velkomin á samkomu hér í kvöld. Ég ætla áður en ég byrja að tala þá ætla ég að biðja aðeins. Heilagi Faðir, við þökkum fyrir að fá að koma saman hér í kvöld á þessa stund. Við bjóðum þig velkomin heilagur andi að vera með okkur. Viltu koma og snerta við hjörtum okkar hér í dag? Viltu hjálpa okkur að skilja og meðtaka það sem þú hefur í boði fyrir okkur? Og við biðjum Drottinn að þú mætir og snertir við sérhverju þörf hjá öllum þeim sem eru hér inni, Drottinn. Og í Jesú nafni að þá brýti ég alla hlekki, ef einhverjir fjötraðir hér í kvöld, að þá brýti ég þá hlekki í Jesú nafni og leysin sigur inn í lífi ykkar, inn í fjármálin, inn í öll svið lífs ykkar og bjóðu þig enn og aftur velkomin heilagur andi að vera með okkur. Í Jesú nafni. Amen. Það sem við langar að tala í kvöld fyrsta kraftaverk Jesú Krists. Og þar sem eru margir alkoholistar hér í kvöld að þá fyrsta kraftaverki að hann breytti vatni í vín. Það hafa verið uppi einhverjar ranghugmyndir hjá fólki að halda að Jesú hafi búið til alkoholisma, að það hafi ekkert verið til áfengt vín áður en að þetta kraftaverk gerðist. En svona til þess að leiðrétta það að þá það hauga lygi. Því að Nói sem var uppi cirka 2600 fyrir Krist, þar að segja eftir Nóaflóðið, að hann ræktaði víngarð og drakk sig drukkinn. Þannig að hann var rauninni fyrsti alkoholistin sem að varð sér fyrir aumkunarverðri niðurlægingu. Það er að segja að synir hans breyttu yfir hann. Þannig að áfengi var að minnstakosti búið að vera til í 2600 eitthvað ár áður en að Jesú framkvæmdi þetta kraftaverk. Þannig að fólk getur hent þeirri kenningu út gluggana að Jesú hafi búið til alkoholisma. En í þessari frásögu þá langar mig aðeins að skoða af hverju gerði Jesú fyrst þetta kraftaverk. Var eitthvað á bak við þetta? Af hverju gerist þetta akkurat á þriðja degi? Því að við förum í brúðkaup í dag, athöfnin í kirkju og svo veislan strax og eftir og þetta yfirleitt bara einn dagur eða kvöldstund sem að þetta tekur allt saman. En á þessum tíma að þá voru giftingar ekki bara veislur og athöfn, heldur var hátíð sem stóð yfir í heila viku. Þannig að þetta á þriðja degi sem að Jesús mætir í þetta brúðkaup. Og mig langar aðeins að lesa fyrir ykkur þessa frásögu. Hún í Jóhannesarguðspjalli í 2. kafla frá versi 1 og til og með 12 og þar stendur: Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galileu. Móðir Jesú var þar. Jesú var og boðið til brúðkaupsins og lærisveinum hans. En vín segir móðir Jesú við hann, þeir hafa ekki vín. Jesú svarar, hvað varðar það mig og þig, kona? Minn tími ekki enn kominn. Móðir hans sagði þá við þjónana, allt það sem hann segir ykkur, það skuluð þið gera. Nú voru þar 6 vaskher úr steini samkvæmt reglum gyðinga hreinsun og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesús segir við þá, fyllið kerin vatni, þeir fylltu þau á barma. Síðan segir hann, ausið nú af og færið veislustjóra. Þeir gerðu svo. Veislustjóri bragðaði vatni sem var orðið vín og vissi ekki hvaðan það var, en þjónarnir sem vatnið höfðu ausið vissu það. Þá kallaði veislustjóri á brúðguminn og sagði, allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakarir menn gerast ölvaðir. Þú hefur geymt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta ták sitt gerði Jesús í Kana í Galileu og opinberaði dýrð sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Eftir þetta fór hann ofan til Kapernám ásamt móður sinni, bræðrum, lærisveinum og þar voru þau nokkra daga. Það fyrsta sem ég tók eftir þegar ég las þetta var að Jósef, faðir Jesú, hann var ekki með. Og í rauninni ekkert minnst á Jósef bara frá því að Jesús 12 ára gamall. Það að segja að það
Þannig að tímabil sem við vitum lítið Jesú frá 12 ára til 30 ára aldurs, hann 30 þegar hann hefur þjónustu, en það stendur samt skýrum stöfum að hann hafi verið foreldrinu sínu hlýðinn og gerði það sem að fyrir hann var lagt. Jósef, faðir Jesú, hann var smiður, þannig að við getum áætlað að Jesú hafi lært þá iðngrein að lært að smíða. Þannig að á þessum unglingsárum og fram að þeim tíma sem hann hefur þjónustu sína að þá hefur hann líklega verið að læra að smíða. Síðan talað að Jesú hann átti systkin. Það talað hann átti 3 systur og í Biblíunni stendur ekki hvað systur hans heita, en það eru til heimildir utan Biblíunar, ég veit ekki hversu áreiðanlegar þær eru, en það sagt að 3 systur Jesú hafa heitið Elisabet, Marta og María. En samt ekki verið að tala Mörtu og Maríu Magdalenu því að þær voru systur Lasarusar sem að Jesú reisti upp frá dauðum, og síðan átti hann 4 bræður, það að segja Jakob, Jósef, Júdas og Símon. Og það sem vitað bræður Jesú að Jakob, bróðir Jesú, var forstöðumaður í frumkirkjunni í Jerúsalem og það talið að hann sé höfundur Jakobs bréfsins. Og einnig Júdas sem var bróðir Jesú, að það talið að Júdasarbréf í Nýja testamentinu sé eftir hann. Sumir hafa ruglað Júdas sem að sveik Jesú og Júdas bróðir Jesú, en sá sveik Jesú hét Júdas Ískarjót, en bróðir Jesú var Júdas Jósefsson, svo það sé engin misskilningur þarna á milli. En mig langar að fara aftur að þessari sögu þar sem að brúðkaupið það byrjar þarna á 3. degi, og sumir hafa haldið því fram að það tákni eitthvað mikilvægt að þetta hafi gerst á 3. degi, og jafnvel slegið því fram að þetta hafi gerst á 3. degi sé skuggamynd þess sem átti eftir að gerast hjá Jesú, það að segja að hann reis upp á 3. degi. Og vínið, bæði gamla og nýja vínið í sögunni eru sáttmálar, það að segja gamla vínið gamli sáttmálinn og nýja vínið nýji sáttmálinn. Svo ég sagði áðan að þá stóðu giftingar yfirleitt eða svona hátíðir yfir í viku, og ég svona velti fyrir mér að ef við værum að gifta okkur og svo frelsari mættur í holdi klæddur og það hlýtur að verið rosaleg forréttindi að hafa frelsarann í brúðkaupsveislu sinni. Allavega ef ég gæti fengið að velja með tíma og stað sem ég fekk að fæðast, þá hefði ég viljað vera í kringum Jesú þegar hann gekk og gerði tákn og undur og fengið að umgangast hann og læra af honum. Og það sem líka mjög merkilegt við þessa frásögu að þegar að vínið búið, að þá talar María móðir Jesú beint við Jesú undir venjulegum kringumstæðum, að þá hefði hún átt að tala við veislustjórann, því að væntanlega hefur veislustjórinn verið svolítið ábyrgur fyrir því að vínið myndi duga út þessa viku. En þarna talar hún beint við son sinn, og sumir vilja meina að María, móðir Jesú, að hún hafi vitað að þarna væri stundin komin þar sem að sonur hennar átt að gera sitt fyrsta kraftaverk, það að segja að hún hafi ýtt honum af stað. Og síðan ef við skoðum andsvar Jesú þegar hún segir þetta, hann segir: hvað varðar þetta þig og mig, kona? Í stað þess hefði hann átt að segja: hvað varðar þetta okkur, mamma? Hann gerir það ekki, þannig að það eitthvað sem að breytast þarna, og þetta virkar kannski pínu svona dónalegt svar hjá honum, okkur kemur þetta ekki við.
En það sem þetta þýðir í raun og veru að hann segir við Maríu móður sína: mamma, ég elska þig, en þú átt ekki lengur meira tilkall til mín heldur en hinir í kringum mig. Og líka þegar Jesús segir minn tími ekki kominn, að þá hann eins og sé að segja við móður sína: ég ekki ýta mér af stað, ég ekki tilbúinn. Og síðan, þrátt fyrir að Jesú svarar móður sinni á þennan hátt, að þá segir hún mjög ákveðið við þjónana: gerið það sem að hann segir ykkur að gera. Þannig að það mætti áætla að segja, hún sé óbeint að segja: jú, sonur minn, þinn tími kominn, það komið tími til að þú opinber hver þú ert, að þú ert sonur Guðs. Það komið tími til að þú opinberir af hverju þú komst inn í þennan heim. En við getum líka velt þessu fram og tilbaka fyrir okkur, en það sem staðreyndin sú að þarna Jesú að fremja sitt fyrsta kraftaverk sem að ritað Þarna voru 6 vasker og talar 6 að hún tala mannsins, það að segja tala ófullkomleikans, það að segja maðurinn, hann skapaður takmarkaður með þörf fyrir Guð og hann getur ekki mætt þörfu sínu sjálfur. Og þessi 6 ker sem voru þarna á þessum stað voru hvert 2 til 3 mælar. 1 mælir 39,39 lítrar, þannig að hvert ker hefur á bilinu 80 til 120 lítrar. Þannig að við getum áætlað að vatnsmagnið sem að Jesú breytir í vín hafi verið á bilinu 480 til 720 lítrar af vatni. Mér langar að lesa fyrir ykkur það sem stóð á þessum hreinsunarkerum þar sem að brúðkaupsveislan var. Svo skal ég þýða það fyrir ykkur á íslensku, en ég ekki alveg viss að ég nái að bera það rétt fram, þannig að þið verður bara að fyrirgefa það. En það stóð: cui multa uditur a qua in lavando, multas consector in hoc mundos divitas. Og íslensku: sá sem mun þrífa sig mikið með vatni mun öðlast auðlægð eða ríkidæmi í þessum heimi. Ég reyndar ekkert verið eitthvað að skoða nánar hvað af hverju þetta stóð, en við Íslendingar erum mjög sturtuglöð þjóð, þannig að við ættum kannski að öðlast auðlægð. En eins og kom fram að þá voru þetta hreinsunarker, það hafði bara komið vatn í þau. Og þessi vasker, það talað að hafa verið tóm eða jafnvel pínu glögg í þeim. Það að segja sem táknar að maður án Guðs innan tómur. Það að segja að það alveg sama hversu mikið pening ég myndi eignast, mikið að eignum, ég myndi reyna að fylla upp í þetta tómarúm innra með mér, ég gæti það aldrei. Tómarúmið innra með mér einhvern veginn alltaf stærra og stærra. Það bara einn sem að getur gefið okkur þessa andlagi fullnægi og fyllt á kerið, og það Jesús Kristur. Vatnið í Biblíunni, það líka tákmynd upp á orð Guðs. Það talað að orð Guðs að það hreinsar hug okkar og hjörtu, þar segja það hreinsar okkur innan frá og út. Þegar ég les í orðinu þá eins og komi balans á því hvernig ég hugsa og ég meira sammála Guði. Jesús sagði, það að segja við getum lesið það í Jóhannesarguðspjalli í 15. kafla og versi 3: þér eru þegar hrein vegna orðsins sem ég tala til ykkar. Það að segja hann hefur talað Guðs orð til þeirra og hann hrein. Og það segir okkur líka eitt: ef að orð Guðs sem talaðir út hefur ekki áhrif á fólk, að þá þurfa þeir sem predika orðið eitthvað að endurskoða hugsun hvað þeir að láta út úr sér.
Því að ég trúi því persónulega, og talaði fyrir sjálfa mig, að prédikari á aldrei að segja það sem honum finnst eða það sem hann langar, heldur aðeins að hlusta eftir því og spyrja hvað Guð vill að hann deili eða miðli með öðrum. Á þessum tíma þá þurftu allir guðsþjónar að þrífa hendur sínar í einhverjum sérstökum vatnspottum. Og það má því færa það yfir í nútíman að prédikarnir í dag þeir eiga að færa fólkinu orð Guðs, hreint og ómengað. En við skulum snúa okkur aftur að þessum vatnskerum þar sem eru þarna á bilinu 480 til 720 lítrar af vatni. Það stendur ekkert að Jesú hafi gert eitthvað við vatni. Það stendur bara aðeins að hann hefur sagt þjónunum að ausa vatninu, þar sé í kerin og fara og gefa gestunum. Þannig að bara nærvera Jesú og mátturinn í augnaráði hans hefur verið þvílíkur að það hefur nægt honum bara að horfa á vatnið, þannig að hafi bloss roðnað og breyst í vín. Og í þessari sögu að þá vín tákmynd upp á gleði og fyllingu heilags anda. Og sumir hafa velt fyrir sig hvort að áfengi hafi verið mjög alkóhólríkt á þessum tíma, en heimildir segja að áfengi, það er að segja vín á þessum tíma, að það hafi verið á bilinu 1 til 2% að styrkleika. Og yfirleitt var þetta greipdjús sem að þeir drukku, sem að var síðan kallað vín, og þetta var einungis til þess að auka geymsluþolið en ekki til þess að vera drukkin. Og sama má segja með okkur Íslendinga á fornum tíðum að þá var matur súrsaður og kjöt saltað til þess að auka þolið, eða að segja auka geymslutíman. Þannig að þetta var tilgangur með því að það væri örlítið alkóhólmagn í þessu. En við vitum líka til þess að menn urðu alveg drukknir á þessum tímum, og alveg eins og Nói, hann var drukkinn og líka frásaga Davíð konung þegar hann syndgar með Batseppu, það er að segja hann stelur annars manns konu, og hann ætlar að reyna að nota áfengi á einn mann til þess að fá hann til að sofa hjá konu sinni, til að hylja yfir skömm sína, það er að segja Úría Hetita. En hann neitaði því, þannig að Úría Hetiti drakk sér drukkin af víni þetta kvöld. En það kannski efni í aðra prédikun að útskýra þessi mistök hans. En það sem að skipti kannski máli líka við þetta á þessum tímum, að þá var vín aldrei mjög sterkt í svona brúðkaupshátíðum. Og þegar að heilagur andi kemur inn í líf okkar, þá kemur gleði með. Og ávöxturinn af samfélaginu við Guð gleði. Þannig ef að mér langar að eiga gleði í lífi mínu, þá þarf ég að taka frá tíma með Guð og dvelja í nærveru hans. Það bæði bæninni, lesa í orðinu og lofgjörinu, að afleiðingin af því að gera allt þetta færir mér gleði inn í líf mitt. Og síðan getum við lesið í Efesus 5:18 að það stendur: drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar, fyllist heldur andanum. Og þegar að fólk hefur fengið að heyra orð Guðs sem að hreinsar það innan frá út, að þá það tilbúið að taka við kraftaverkinu, að taka við úthellingu heilags anda sem að færir okkur gleði. Og það það sem langar að bjóða ykkur rétt
eftir augnablik að koma fram og taka við fyllingu heilags anda. En áður en fer að því að þá bara örlítið eftir. Því að ef við lítum aftur í söguna sem Jesú breytir vatni í vín að þá í 10. versinu þegar veislustjórinn fer og talar við brúðgumann. Hann talar að vanalega nýja víni borið fyrst fram og síðan hið lakara menn gerast ölvaðir. Og svo talað áðan að þá tákna víni þarna líka gamla og nýja sáttmála. Gamli sáttmálinn var góður sáttmáli og við þurfum ekki að lesa langt í Biblíunni til þess að lesa stórkostleg kraftaverk sem áttu sér stað. Við getum lesið þegar Drottinn opnar Rauðahafið þannig að Ísraelsmenn geta gengið yfir og þurru landi þegar Egyptar að elta þá. Og síðan þegar Ísraelsmenn fóru að væla í eyðimörkinu hafa ekkert vatn að drekka, þá lét Guð vatn spretta fram úr klettum. Síðan lesum fátæku ekkjuna og hún var með nokkru olíudropa sem varða mörgum lítrum á olíu. Við getum lesið Elísa sem lét exi fljóta í vatni. Og það mörg önnur svona stórkostleg kraftaverk sem áttu sér stað í gamla sáttmálanum. En samt segir að nýji sáttmálinn hann betri heldur en sá fyrri, sem ég algjörlega sammála. Nýji sáttmálinn náð, það að segja náðin kom fyrir Jesú Krist. Og það ekkert mjög langt síðan ég talaði hvað náð væri, það margar útskýringar á hvað orðið sjálft þýðir. En náðin samt fyrst og fremst persónan Jesús Kristur sem lifir innra með okkur og hún gjöf Guðs til þín. Nú kemur svona kannski að lokum að þið sem kannski upplifiði að þið viljið láta fylla á sig hér, að þá langar mér að bjóða ykkur að koma fram. Lagt hendur yfir ykkur og þið getur fengið að meðtaka gjafir heilags anda líka inn í lífi ykkar. Þannig að ég læt þetta vera að lokum. Amen.